Ég heiti Saga Ýr Nasari. Ég er 19. Ég fæddist í Noregi. Ég er uppalin hérna á Íslandi en öll föðurættin kom frá Kúrdistan. Ég er líka samt danskur ríkisborgari. Ekki, einfaldasta sagan, sko. Ég flutti fyrst í Breiðholtið þegar ég kom til landsins, 5 ára, 6, en ólst mestmegnis upp í Laugardalnum. Og ég hef líka búið í Hafnarfirði og alveg búin að vera út um allt, sko. En ég er komin aftur í Laugardalinn núna. Ég er í endurhæfingu eftir meðferð. Ég er ekkert í því að fela söguna mína þannig séð, sko. Byrjaði bara mjög ung í neyslu og ég var í, bara stigversnandi 7 ára rugli bara. Er núna fyrsta skipti að ná að verða 10 mánaða árangri. Ég var bara flóttamaður fyrst og fremst. Ég var bara í flótta frá you name it, heimilinu, tilfinningum, ábyrgðum, fjölskyldu, vinum, fólki, samfélaginu. Fyrst og fremst var ég bara í flótta frá sjálfri mér, sko. En er einhvern veginn fyrsta skipti núna þóra að mæta mér bara eins og ég er. Ég er bara mjög stolt að segja frá því. Já, lagið heitir Blekkingin. Hún er líka svolítið einmitt að tala neysluna, sko. Hún er svolítið að segja bara hvernig þetta var hjá mér og versin eru svolítið að lýsa í rauninni bara sjálfsblekkinguna. Ég er að segja ég sé svolítið með þetta og þetta er svona svolítið kaldhæðnislegt og því sjálfsblekkingin er svo ótrúlega mikil og afneitunin er svo sterk í neyslu. En viðlagið segir svolítið bara hvernig þetta er í raun og veru. Pródúserinn er hann Tómas, þeir eftir nafni Dreyminn. Hann er 17 ára og er bara virkilega hæfileikaríkur strákur, sko. Held að hann sé búinn að vera líka aðeinsal í mörg ár, alveg síðan hann var bara 12 ára eða eitthvað. Mjög hæfur, sko. Sem ég þetta lag? Nei, það tók enga stund, sko. Ég er alveg ótrúlega oft að skrifa bara eitthvað svona brot á textum og svo einhvern veginn næ ég bara svona að púsla öllu saman í einu lagi og líka einhvern veginn þegar kemur að semja eitthvað sem er ekta og raunverulegt og eitthvað sem gerðist í raun og veru, þá fyrir mér er bara eins og að skrifa í dagbók eða eitthvað. Mér finnst ekkert mál að skrifa hvernig þetta var. Já, og einnig okkur tökur? Já, feiktilega. Þeir fullorðinn ætli það hafi verið ætlunin, köllunin kallaði á mig inn í skuggalega staði, vonleysi og mikill hraði, þarft að fara miklu hraðar til að ná mínus aða, já, oh my Allah, ég er að fara að falla, vil samt ekki svíkja pappa, það fela syndirnar, hvað er bólkur norðin grön, hann fer að gruna, hann er Ramadan, ég er bara fasta, Ramadan, með blekkinguna að ég kunni að fljúga en ég liggjandi titrandi á gólfinu froða, ego er svo falskt, spegillinn brotnar og hjartað svo hungrað, gleð mér að borða. Ég sit og hugleiði mig frá illu þar til djöfullinn að bakinu fer af, súrefni hreinsar mig. 100 arbeigur á meðan hristi af mér fordómana eiga aldrei eftir að skilja það hvað það er sem þarf til að lifa ég sýni hvað það er að vera með þetta en er föst í farþega sæti klessi á ljósi ég mæti næ ekki að öskra kalla á og allir og fólk til að veita mig fyrstu hjá með blekk